Lífsbrú, miðstöð sjálfsvígsforvarna hjá embætti landlæknis, heldur utan vitundarvakningarverkefnið Gulur september. Í verkefninu lögð áhersla á samvinnu félagasamtaka og stofnana sem koma að sjálfsvígsforvörnum á Íslandi og markmið verkefnisins að auka meðvitund fólks mikilvægi geðræktar og sjálfsvígsforvarna með kærleika, aðgát og umhyggju að leiðarljósi. Hvers vegna gulur september? Gulur alþjóðlegur litur sjálfsvígsforvarna og tímasetningin tekur mið af dagsetningu alþjóðlegs forvarnardags sjálfsvíga 10. september og alþjóða geðheilbrigðisdagsins 10. október. Semikomman notuð sem kennimerki vitundarvakningarinnar en táknið víða notað til að sýna samstöðu með geðheilbrigði og vísar það til framhalds, seiglu og vonar. Ekki allt í gulu? Slagorð verkefnisins. Í því felst hvatning til samkenndar, til þess að láta sig náungan varða og til að hlúa saman að geðheilsunni. Ein af hápunktum verkefnisins guli dagurinn. En hvað gerum við á gulum degi? Á gula deginum klæðumst við gulu, skreytum með gulu, lýsum með gulu og borðum gular veitingar. Við hvetjum svo öll að taka myndir af gulri stemmingu, deila og merkja á samfélagsmiðlum til að boðskapurinn nái til sem flestra. Þann 1. september opnunarhátíð verkefnisins en allan september mánuð haldnir viðburðir sem tengjast geðrækt og sjálfsvígsforvörnum, fyrirlestrar, málþing og minningarstundir. Greinar skrifaðar og efni sem tengist málaflokknum gefið út og kynnt. Listviðburðir og íþróttaviðburðir einnig tengdir gulum september og fagfélög, félagasamtök, fyrirtæki og stofnanir hafa í auknum mæli tekið þátt í vitundarvakningunni sem hefur vaxið ár frá ári. Hægt að kynna sér dagskrána og sjá yfirlit allra viðburða á landsvísu í dagatali á vefnum gulurseptember.is.